Þá það 6. dagskrárliður, tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. Það bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson sem ætlar að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum búin að vera að ræða hérna á undan það vandamál að við fáum ekki rétt greitt fyrir þá þjónustu sem við erum að vinna fyrir ríkið. Við tökum á okkur þjónustu sem að ríkinu ber að greiða okkur fyrir og ríkið gerir það ekki. Það má vel vera að samningarnir sem voru gerðir þá hafi litið ágætlega út, en þeir gera það ekki lengur, vegna þess að þeir fylgja ekki þróun. Það hefur ýmislegt breyst í samfélaginu og sveitarfélögin hafa sitt hlutverk samkvæmt lögum, en þau einhvern veginn og Alþingi samþykkir lögin og okkur ber að fara eftir þeim. Við fáum ekki nægilega tekjur frá ríkinu til þess að standa undir þessu. Við fáum ekki hlutdeild í vextinum á ferðaþjónustunni. Við fáum ekki hlutdeild í fjármagnstekjuskatti. Við erum ekki að fá hlutdeild í veiði og auðlindagjaldi. Við erum einfaldlega ekki að fá nægilegan hluta af kökunni til að standa undir því sem við erum að gera. Við höfum rætt þetta við ríkið, sambandið hefur rætt þetta við ríkið. Við höfum hitt ráðherrar sem hafa sagt okkur það þýðir ekkert fyrir okkur að vera að standa í þessu meðan að skipting tekna sé eins og hún á milli sveitarfélaga og ríkis. Og við erum margoft búin að ræða við ríkið að það þurfi að breyta þessu. Ég heyri reyndar einhverja umræðu núna hjá tilvonandi þingmönnum að það þurfi að taka þetta upp og það þurfi að ræða þetta. Vegna þess að þetta ósanngjarnt. Þetta verulega ósanngjarnt. Og við erum ekkert að biðja eitthvað svo að við getum eitthvað tútnað út og orðið rík. Við erum bara að biðja það að við fáum nægilega tekjur til þess að geta staðið undir því sem okkur ber að standa undir. Þannig að málið náttúrulega bara það að eins og þetta í dag, þá erum við að greiða stórar upphæðir til ríkisins fyrir einhverja umsýslu sem dæmi. Ríkið ákveður bara hvernig það á að vera og við sitjum bara hér í sveitarfélögum landsins sem eru rúm 70 og bara, þeir eru búin að ákveða eitthvað nýtt. Okkur ber svo að vinna vinnuna. En fyrir liggur ég ætla nú að leyfa öðrum að komast að og ræða þessi mál vegna þess að ég alveg viss það að það séu fleiri bæjarfulltrúar hér í salnum sem vilja ræða það hversu ósanngjarnt þetta er. Af því ég held ég gæti ekki fundið fulltrúa á fjármálaráðstefnu sem við vorum á fyrir sunnan daginn sem hefði sagt þetta svo í fullkomnu lagi. Það kæmi mér verulega óvart. Vegna þess að allstaðar eru sveitarfélög að fást við það sama. Að berjast við að fá réttláta sneið af kökunni. Svo þau geti staðið undir og elt sín samfélög. Fyrir liggur eftirfarandi ályktun. Bæjarstjórn Akureyrar telur afar mikilvægt að tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga verði tekin til gagngerrar endurskoðunar. Í því sambandi verður að horfa til þeirra þróunar sem orðið hefur í samfélaginu, samanber íbúaþróun, lýðræðislega þátta, lagaskyldu og innviðauppbyggingu. Ljóst að verkefni sveitarfélaga hafa vaxið jafnt og þétt og útlit fyrir að þau aukist enn frekar á komandi árum. Heildartekjum hins opinbera hafa vaxið verulega á liðnum árum og þá sérstaklega með auknum tekjum af ferðaþjónustu og fær ríkið stærsta hluta þeirra tekjuaukningar.
Á sama tíma standa sveitarfélög frammi fyrir auknu kostnaði, meðal annars vegna innviða uppbyggingar, vegna mikilla fjölgunar ferðamanna, þá telur bæjarstjórn að rétt sé að horfa til þess að sveitarfélög hafi ekki nettó skattbyrði af virðisaukaskatti, fái hlutdeild í fjármagnstekjum, skattlagningu fyrirtækja og veiði- og auðlindagjaldi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biðji forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið orðið. Heldur betur. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kom ekki upp undir hinum liðum tveimur hér á undan því mér finnst þetta að vera raun og veru náskyld mál eins og það sem við erum að tala um hérna núna og tók að sjálfsögðu heils hugar undir þær bókanir sem þar voru gerðar. Mér hefur fundist sem sveitarstjórnarmaður í gegnum tíðina að það einfaldlega að vera að draga vígtennurnar úr sveitarfélögum með skipulögðum hætti. Sennilega ómeðvitað, vonandi. Það er endalaust verið að setja á sveitarfélögin kvaðir skerða tekjustofnana og við sitjum alltaf uppi með svartapildur og byggðirnar í raun og veru svelta og fólki einfaldlega fækkar á landsbyggðinni. Eitt skýrasta dæmið var þegar fyrirverandi ríkisstjórn kom með þá snilldar hugmynd að þeim fannst að nú mætti allir nota séreignarsparnaðinn sinn og greiða niður höfuðstólinn og húsnæðisláninn. Í raun og veru mjög gott mál að greiða niður höfuðstólinn inn á lánin sín. En það skal bara dapurt ef maður þarf að nota sparnað sem maður alltaf nota í ellinni til þess. En ég ætla ekki að fara út í þá aðgerð, tek reyndar sjálfur þátt í henni. Það sem mér fannst verst við þetta að þarna voru þeir að ráðstafa framtíðartekjum sveitarfélags. Við höfum ekkert með að segja. Það var náttúrulega hellingsumræða um það á sín tíma og einhver einhverja bætur fengum við, ég man rétt, sem var sett að voru inn í jöfnunarsjóð, hvort það var milljarður eða 1,50 eða hvað var sem við töldum við verða af. Þetta eru umtalsverðar fjárhæðir. Nú, það voru sett lög hér í þessu landi 2003 þegar við vorum skyldu til að fara að urða úrgang, urða sorp. Og þetta voru lög sem voru sett og þetta verið eitthvað landsmeðatal eða landsmið og auðvitað tók Akureyringar þátt í þessu og þetta kostar hellings pening. Þarna eru lög sem ríkið setur á sveitarfélög og við tökum þátt sem kostar okkur pening. Það fylgir þessu ekkert fjármagn. Akureyri tók eitt sveitarfélag held í þátt í þessu. Önnur sögðu bara nei takk. En við gerðum það. Þetta hefur kostað okkur hellings pening. Þarna setur ríkið aftur á okkur lög og reynum að veru ráðstafar okkar fjármagni fyrir okkur. Nú við vitum hvernig ferðaþjónustan hefur verið. Við höfum eiginlega engin tæki til þess að fjármagna innviðina til að koma á móts við þá ferðaþjónustu sem er hér þeir sækir hratt að og þennan landshluta og við viljum taka vel á móti. En það þurfum við að gera með fjármunum oftast nær sem við að setja annað. Nú, við erum endalaust að rífast sömu krónuna, sveitarfélögin. Fólk er að vinna hérna og í öðrum sveitarfélögum en það greiðir útsvar hér en ekki hinu staðnum þar sem tekjurnar verða og við erum endalaust í ykkur svona slag. Og býr til bara, frekar vont andrúmsloft. Nú, við erum að færa fjármagn á milli okkar eigin stofnana
ef Akureyrarbær tekur út arð hjá Norðurorku, þá skulu sannilega borga ríkinu sinn skerð. Nú, eitt alvarlegast í þessu finnst mér að hvernig fjármunirnir í raun og veru í sveitarfélögum eru hættir að virka. Ég ætla ekki að taka endilega einhverja eina starfsgrein þó ég nefni dæmi einhvern útgerðarmann sem á einhvern lítið bát í litlu samfélagi. Nú, þetta gæti verið bílaverkstæði eða hvað sem er. Þessi aðili, hann rekur pínulítinn bát. Á honum vinna 3 aðilar, það er einhver starfsmaður á einhver verkstæði sem vinnur líka við að gera við bátinn og þeir versla í kaupfélaginu á svæðinu. Þannig að fjármunirnir sem fara í og eru til, þeir eru að virka í samfélaginu. Af þessu er að greiðist útsvar því þessu menn hafa laun. Leið og þessi aðili selur þennan bát, þá hverfa störfin út og peningarnir hætta að virka í samfélaginu. Ekki nóg með hætta að virka í samfélaginu, heldur búaði líka til vexti. Af því að hann leggur það inn á sína bankabók og ef ég skil peningakerfið rétt eða bankakerfið, það getur hugsað eitthvað leiðrétt mig, að það er þannig að bankarnir mega held ég lána 1 á móti 10 miðað við það fjármagn sem er inn í bönkunum. Þarna mynduðust allt við okkur sölu á okkur fyrirtæki 100 milljónir, mynduðust allt milljarður sem banki getur lánað út tilbaka aftur. Þetta býr til peninga. Og einu tækin sem við höfum þar sportnum við að búið til vexti. Þetta er bara hægt með íslenska krónu. En ég er komin langt út fyrir efni þegar ég fer þarna. En það er rosalega stór hópur sem lifir eingöngu á fjármagnstekjum. Og það gerir þessi samfélög óvirk. Þessi fjármunir ekki virka. Það var að sjúga fjármagn út úr hagkerfinu. Mér langar að koma með eitt dæmi fyrir ykkur. Því það er einnig mjög stór hópur sem lifir eingöngu á arðgreiðslu. Og arðgreiðslur er ennblæð svolítið merkileg fyrirbæri. Ég ætla að koma með dæmi og ég ætla að setja þetta upp eins og þetta var ég sjálfur. Tölurnar eru reyndar svona vissuleyti tilbúningur, en það eru réttar. Og ég teka fram, ég er ekki að gera þetta svona. Ég hef aldrei greitt mér arð út í mínu fyrirtæki. Bara svo að en hvernig það líti út ef ég verið að gera það? Þá líti dæmi svona út. Ég er ekki lítið fyrirtæki og greiði mér laun 1.050.000 á mánuði. Að því borga ég skatta sem er 374.391 krónu, þetta er 375 skall rétt umlega. Og stór hluti af því fer útsvar til sveitarfélagsins. Fyrirtæki greiðir mótframlag og launatinn gjöld og tryggingagjald og lífeyrissjóð, stéttarfélagsgjöld og koll á kolli. Lágmarks upphæð sem fyrirtæki greiði mér, eða þar kostnaður, er 1.420.000 á mánuði. Það er lágmarks sem fyrirtæki þarf til að hafa mig vinnu. Og ég fæ útborga 580.000 krónur rétt rúmlega á mánuði. Þetta gerir að lágmarki kostnað fyrir fyrirtækið rúmar 17 milljónir. Og ég fæ útborga rétt tæpa 7 milljónir. Plús orlofsgreiðslu bara rúmar 1 milljón. Nú gæti ég gert þetta með allt öðru sér hætti. Og þarna kemur stóra vandamálið. Í raun þarf ég ekkert endilega að vinna hjá þessu fyrirtæki. En það er ég eiginlega aldrei við. Ég var ráðið með skrifstofumann sem sér bókhaldið og raun og veru reksturinn. Laun og samskipti við viðskiptavini. Ég er einnig með góðan verkstjóra sem virkar raun og veru eins og rekstrarstjóri. Og þau geta algjörlega séð daglega reksturs þessa fyrirtækis. Nú get ég orðið bara stjórnarformaður í þessu fyrirtæki. Starfandi stjórnarformaður, greiði mig 150.000 krónur í laun á mánuði sem starfandi stjórnarformaður. Það gerir 140.000 krónur útborgað. Passa mig að halda mig rétt undir skattleysismörkunum. En nóg til að viðhalda réttunum mínum í kerfinu. Gæti jafnvel örugglega fengið ykkur atvinnuleysisbætur. Ég er ekki klárað því.
En þetta sannarlega kerfið. Ég funda með mínu starfsfólki einu sinni í viku, fer svona yfir reksturinn, enda ég á launum sem stjórnarformaður, 150 skall á mánuði. Nú, þetta kostar fyrirtæki 2 milljónir. Eftir standa 15 milljónir. Það greiðir mér í arð. En að sjálfsögðu þarf fyrirtæki að skila hagnaði og borga því 20% skatt til ríkisins. Nú, ég borga fjármagnstekjuskatt, 20% viðbót, þannig að ég hef borgað 36% skatt, eins og allir aðrir. Það er ekki neitt ólöglegt. Skatturinn sannarlega greiddur. En allt rennur í ríkissjóð. Eftir standa 9.600.000 eða 800.000 á mánuði. Plus 140 sem ég fæ fyrir að vera stjórnarformaður. Þannig að ég er komin upp í 940.000 á mánuði. Sem er 240.000 tæplega meira heldur en ég væri launþegi. Á hverju einasta mánuði. Sem eru 3 milljónir ráðstöfunartekjur á ári. Þennan mismun nota ég til að búa með til eigin séreignarsjóð. Tryggja með svona lágmarkslífeyri og þið sjáum að borga fyrir börnin mín í skóla. Moka og taka ruslið og annað. Þetta er snillt hjá mér. Ég veit í útlandi með fjölskylduna. Þið reddið svona heima með það. Frábært kerfi. Ég er náttúrulega pínu kjána að gera þetta ekki. En maður þarf ekki að gera það þegar maður getur það. En það er fullt aðeins sem að gera þetta svona. Þarna var sveitarfélagið af tæpri 1 milljón í skatt. Bara hjá mér. Við gera þetta. Við verður að breyta þessu. Við verðum að fá útsvartekjur og þessir aðilar, eins og þetta dæmis ég er að tala um hérna, að sjálfsögðu á hann að taka fullan þátt í samfélaginu. Hann vill taka fullan þátt í samfélaginu. Hann er að borga skattana sína. En hann er ekki að taka þátt í bæjarfélaginu. Það er ekki honum að kenna. Það er ríkið. Já. Ég var næstu fann að segja það sem þú sagðir. Mér finnst þetta bara stór alvarlegt mál. Það er meira en 2-földun á einu ári af þeim sem er að taka út arðgreiðslur úr fyrirtækjum. Þetta er að margfaldast. Við getum ekki rekið sveitarfélög endalaust með þessu áframhaldi. Þau verða bara gjaldþrota. Það eru frírætirar í sveitarfélaginu. Það er ekki eftir þeir kjósa það. Það er því að reglurnar eru svona. Ég bara, þú veist, ég nötrast þetta, sko. Þegar ég hugsa hversu vitlaust þetta er, hversu ósakjandi þetta er. Þannig verðum við að fá leiðréttingu á þessum hlutum. Og sjálfsögðu verðum við að fá leiðréttingu líka á því að þegar greiddur skattur af fyrirtækjum, þá verða sveitarfélög að fá hlutdeild að því. Fjármagnið og verðmætin verða til í samfélaginu, í þessu sveitarfélagi. Sveitarfélög oft sem bara búin að búa til ákveðna umgjörð til þess að þetta fyrirtæki geti dafnað. En það rennur allt suður til Reykjavíkur. Það er ekki óskiljanlegt til suður til Reykjavíkur, sumt kemur svolítið tilbaka hérna í formi heilsugæslu og annað, en það er bara alls ekki þannig í mörgum sveitarfélögum. Ég ætla að láta þetta aðeins bíða hérna, ég eftir að koma upp aftur örugglega, en við verðum að fá þetta lagað og þetta dæmi sem ég tók upp, það er raunverulegt. Þetta er svona. Þó ég geri það ekki, og er ég bara kannski kjánið að gera það ekki. En mér finnst það ósakjant. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara færa bæjarfulltrúa Preben miklar þakkir fyrir að fara svona vel yfir það og útskýra svona vel og draga upp þetta góða dæmi það hvernig samfélagskerfið okkar hefur verið skipulagt. Þannig að sumt fólk geti bara ákveðið hvort að borga meiri skatt eða minni. Takk fyrir það, mjög mikilvægt að draga þetta svona upp. Ég vil svona aðeins bara nota tækifæri til að minna á það að kerfið bjó sig ekki til sjálft, heldur var það búið til af þeim manneskjum sem hafa stjórnað hérna síðastliðin sirka bát 73 ár. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við höfum það í huga, þetta kerfi er búið til og þessu kerfi er hægt að breyta ef að fólk vill og leggur það fyrir sig. Ég kannski það þarf bara ekkert að bæta við þetta. Þetta er mikið vandamál í sjálfu sér og þetta eins og forseti bæjarstjórnar fór hérna yfir fyrir líka það hvernig staða ríkisins og okkar sveitarfélaga gagnvart ríkinu, hvernig við stöndum ekki á jöfnum grundvelli. Þetta er ekki samningaviðræður, það er ríkisvaldi og Alþingi sem að setur lögin og býr til allan ramman og ég er persónulega ánægð með það hvernig mér finnst við hafa notað hérna og ég veit að meirihlutinn, ég veit að bæjarstjórinn, ég veit að forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs hafa virkilega lagt sig fram að kalla eftir breytingum á þessu og á alls konar fundum og þar sem að það hefur verið hægt. Og ég held að það sé raun og veru kannski búið að gera það bara gríðarlega vel. Ég ætla bara að nota tækifæri hérna til að tala kannski ekki beint frá eigin brjósti, heldur bara því að það voru til dæmis áðan og við erum í þessu umhverfi núna sem að það eru 11 dagar til þingkosninga og það er mikilvægt að koma þessum málum á framfæri. Ég hef notað síðustu ár til að koma þessum málum á framfæri innan míns flokks og ég vona svo sannarlega að aðrir hafi gert það af þeim sem eru flokksbundnir í flokkunum á landsvísu sem hafa þá ítök á Alþingi. Ég get sagt ykkur frá því að síðustu helgi var haldið landsfundur VG og þar var samþykkt ályktun að það sé kalla eftir framsækinni skattastefnu sem grundvallist af hugmyndunum að hver gefi eftir getu og fá eftir þörfum og þar er talað að mikilvægt sé að skattleggja fjármagnsflutninga, fjármagnstekjur, oflaun og miklar eignir og ráðast þurfi að rótum skattsvika og berjast gegn skattaskjólum á alþjóðavettvangi. Þannig að það er ágætt. Ég get sagt að ég er mjög hamingjusöm yfir að það sé komið þarna inn og í umræðunni skiptingu tekna milli ríkis og sveitarfélaga þá erum við, get ég sagt ykkur frá því að þar eru, mér telst til svona í fljótu bragði allavega 5 ályktanir af þessum landsfundi sem að fjalla að einhverju leyti þetta. Þar með talið er hvatt til aukinnar umræðu endurskoðun á skiptingu tekna af ferðaþjónustu milli ríkis og sveitarfélaga. Eins að endurskoða þurfi tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga í ljósi breyttra aðstæðna í grunn- og leikskólum og horfa þurfi til framlaga til sveitarfélaga á hvern nemanda til þess að tryggja viðeigandi stuðning í bekkjum. En einnig þykir mér mjög mikilvægt að horfa bara að það sé horft til þess að sveitarfélögin eru þetta og við þurfum að hafa svigrúm til þess og það gengur ekki upp að því að eins og kom fram þegar við vorum í okkar kosningabaráttu hérna til sveitarstjórnar að ég setti fram og minn flokkur setti fram ákveðnar hugmyndir breytingar á launum starfsmanna sveitarfélaga að þá var því auðvitað mætt með miklum ábendingum það að það væri það þröngur stakkur skorinn í rekstrinum að það þyrfti að
finna einhverja leiði til að skera niður á móti og mér finnst það svolítið líka viðkvæðið alltaf þegar maður gerir einhverja kröfur og maður vill auka þjónustu til bæjarbúa þá kemur alltaf þetta að maður þarf að skera niður á móti og þetta umhverfi að starfa í finnst mér bara algjörlega óásættanlegt það að sveitarfélögin sem að eiga að tryggja nærþjónustu til sinna íbúa og í gegnum og sérstaklega þá einmitt þjónustu sem að snýr að börnum og barnafjölskyldum að stakkurinn sé svona þröngur, það finnst mér bara algjörlega óásættanlegt og mér getur vel verið að fara í taugarnar á bæjarfulltrúum hérna, ég sé að lesa upp á stefnuskrá VG og það bara megir hreinlega ekki eins og ég fæ hérna ábendingar en ég get allavega fullvissa ykkur það að ég hef lagt mikið að mörkum til þess að koma málunum þar inn og ég vona svo sannarlega að þið hinn hafi gert það líka og enn og aftur þá vil ég bara að það sem mikilvægt við áttum okkur öll á því að þetta kerfi mannanna verk og það fólk sem hefur setið á Alþingi sem hefur búið það til og það sama fólk, það að segja fólk í sömu stöðum sem að getur breytt í ef það vill. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sinu. Næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Þetta mál sem hér til umfjöllunar náttúrulega nákvæmlega sama með eins og hinn tvö sem við höfum verið að ræða hér. Það samskipt okkar við ríkisvaldi. Þetta þörf og góð umræða. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Preben fyrir skemmtilegt dæmi, eða kannski ekkert skemmtilegt dæmi, en glöggt dæmi það hvernig þetta kerfi virkar í dag. Ég veit líka einstaklinga og þeir fara kannski sem betur fyrir fjölgandi, fólk sem lifir eingöngu á fjármagnstekjum og það óbúslega súrt og í raun og veru mjög gott dæmi það hvað þetta óbúslega óréttlátt að á sama tíma og þetta fólk borgar alla sína skatta og skyldur og gerir það bara með kurteisi eins og vera ber að þá á það rétt á þjónustu frá sveitarfélaginu. Þetta náttúrulega bara fullkomlega galið og svona af því að bæjarfulltrúi Preben var nú að tala hér milljónir að skulum taka annað tilbúið dæmi, einstaklingur sem borgar 2 milljónir í skatt og staddur hér á Akureyri. Við fáum tilbaka og þetta hefur verið reiknað út og þegar svona búið að leiðrétta varðandi landbúnaðarkerfi og fleira. En netto áhrifin eru þannig að 2 milljónum sem að Akureyringurinn borgar í skatt, þá fáum við 1 milljón tilbaka í formi þjónustu frá ríkinu. Ein verður eftir fyrir sunnan. Höfuðborgarbúinn sem að borgar 2 milljónir í skatt, þar verða eftir 3 milljónir sem eru þá hinn opinberu umsvif á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi margfeldisáhrifum. Þannig að í raun og veru helmingsmunur fyrst en verður að þreföldum mun plús margfeldisáhrifum. Ég vil taka undir það sem bæjarfulltrúi Sóley sagði hér áðan. Þetta kerfi mannanna verk, það bara alveg hárrétt. Og það bara löngu komin tíma á það að við berjumst fyrir því að breyta þessu kerfi og ég að sjálfsögðu mun styðja heilshugar þá ályktun sem að hér hefur verið borin fram. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins standa upp hérna til þess að lýsa því ánægju minni að við skulum vera að koma að þessari ályktun frá okkur bara til þess að vekja athygli á þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég bara það eru bara veilur í þessu skattkerfi okkar og bæjarfulltrúi Preben fór ágætlega í gegnum það varðandi fjármagnstekjuskattinn og eins og bæjarfulltrúi Baldvin kom inn á þá eru margir í þessu samfélagi að vera alltaf fleiri og fleiri sem eru að hafa mikla tekjur af fjármagnstekjuskatti. Það bara þannig eins og hann benti á og það ósanngjarnt í rauninni að þeir skuli þá ekki vera að það skuli ekki vera hlutdeild af þeirra sköttum. Það ekki þessu fólki sjálfu að kenna, heldur þetta fyrst og fremst skattkerfið okkar, að við skulum ekki fá hlutdeild í þessu. Og við náttúrulega erum að benda á það þarna í þessari ályktun okkar. Við erum líka að benda á skattlagningu fyrirtækja og við erum líka að benda á veiði og auðlindagjöld sem svona kannski líka eitthvað sem menn verða að horfa til framtíðar. Þetta snýst allt það að við fáum hlutdeild í þessu vegna þess að það
sífellt meiri kröfur gerða til okkar í samfélaginu til að halda út í þjónustu. Ég nefni bara sem dæmi að málaflokkurinn aldraðir, við vorum að ræða hér áðan um öldrunarheimilin og daggjöld. Það líka sífellt að aukast kostnaður við heima þjónustu við aldraði hér í bæ, eðlilega því að aldurspíramyndin okkar að breytast. Og þetta liggur alveg fyrir að þetta að breytast á næstu árum og maður kallar kannski bara eftir svona stefnu í þessum málum. Ég finnst bara menn svolítið láta reka á reiðanum. Við stöndum fram við þetta er mjög einfalt að reikna þetta út þess að við sjáum alveg hversu gömul við erum í dag og það er ekki flókið að átta að sjá hvað við erum gömul eftir 10, 15 og 20 ár. Þannig að þetta ætti nú að vera auðvelt að búa til eitthvað svona módelum hvernig við ætlum að takast á við þetta. Þannig að þetta er bara stórmál og ég held að þetta eins og kemur fram í bókunum okkar það að jafnt og þétt á hlutverk sveitarfélaga. En við verðum þá að fá einhverja hlutdeild í tekjuna. Það alveg ljóst. Og þarna hafa orðið eins og staðan í dag þá hefur ríkið, þeir voru að skila frá sér fyrir kosningar þá voru það að tala að skila yfir 40 milljarða afgangi og það náttúrulega segir það og ég veit ekki betur en að fyrrum formaður fjárlaganefndar hafi lýst yfir að afgangun jafnvel ívið meiri á þessu ári þannig að á næsta ári og staðan betri núna, það bara einfaldlega vegna þess að skattarnir eru mun herri, það að segja miklu herri virðisaukaskattar, það miklu herri skattar af öllu. Við þurfum bara að skipta kökunni réttlátlegar. Ég var aðeins gerði athugasemd við það í forseta hérna á hana meðan að bæjarfulltrúi Sóley var með máli sínu að það var kannski ekki gott að vera að þylja upp stefnuskráflokkana. Það nú þannig að þegar mann vitna í stefnuskrá eða hvað sem mann vitna í, þá ég menn að biðja leyfi forseta til þess að vitna í það. Og það nú svona kannski líka pínlítið svona hefur verið svona þögul regla að menn séu ekki beint að nota tækifæri svona rétt fyrir kosningar til að lesa upp stefnuskrána hérna í beinni útsendingu eða óbeinni útsendingu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú byrjaði að taka bara undir alla þá umræðu sem hér hefur farið fram í dag í þeim málum sem líka voru hér undan á dagskrá. Í sambandi við tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga þá kom fram í ályktunni sem var lesin upp hér áðan ákveðna tillögur það hvað væri hægt að sækja þessar auknu tekjur til ríkisins og vonandi það eitthvað sem hægt að halda áfram með. Ég ekki vissum að þetta breytist hér 1, 2 og 3 því miður. En ég vildi líka bara koma aðeins inn á það að sveitarfélög og þá fyrst og fremst í gegnum samband íslenska sveitarfélaga að við verðum að vera virkilega vakandi fyrir því þegar við erum að setja ný lög á Alþingi sem hafa áhrif á sveitarfélögur og hvernig sveitarfélögin eru síðan að máta þessi lög inn í starfsemina sína þannig að það kom okkur ekki svo bara óvart, við vorum ekki nóg mikið vakandi. Hvernig þegar að við höfum tækifæri til þess að gera athugasemdir við lagasetningar og ég bara nýlegt dæmi þessi persónuverndar fulltrúa lög sem verða tekin í gildi á næsta ári. Ég held að þarna sé kostnaður sem að sveitarfélögin eigi eftir að sjá miklu meiri en við erum að gera ráð fyrir, það er bara mín skoðun. Það hefur líka verið umræða að því að var vitnað í það að við náttúrulega hittum hér fullt af öðru sveitarstjórnarfólki fyrir ekkert svo lengur síðan á ráðstefnu og oft í hópi sveitarstjórnarfólks verið að tala ný verkefni eins og til dæmis þegar að sveitarstjórnarfólk spyr okkur út í það hvernig ætti maður ekki að taka þetta öldrunarheimili. Ég ekkert viss að ekkert af okkar myndi mæla með því. Það hefur líka verið rætt að sveitarfélögin taki alls framhaldsskólastigið. Ég mæli ekki með því heldur, ekki miðað við
þær yfirfærslur sem þegar hafa farið fram með verkefni eins og grunnskólans og þjónustu við fatlað fólk, að það alltaf einhver kostnaður sem að eykst við þessa yfirfærslu sem að sveitarfélögin sitja uppi með. Og ég hins vegar held að það sé algjörlega sveitarfélagana að reka þessa þjónustu sem að við erum að gera, grunnskólan, þjónustu við fatlað fólk, öldrunarheimili og jafnvel framhaldsskólann eigi að vera á forræði sveitarfélagana en ekki ríkisins. En við verðum þá að passa upp á það að það sé samið vel, og að því að bæjarfulltrúi Matthías Röggvaldsson vitnaði hér í það að það hafi verið sagt að við höfum bara samið illa, að láta ekki það gerast aftur. Velti líka fyrir mér, ef við værum að yfirfærslan á grunnskólanum, hann fór fram minni með 1996, var það ekki, að ef við horfum tilbaka hvers konar þjónusta var í grunnskólanum þá og hvaða þjónusta í dag, og ríkið að bæta sveitarfélögunum alla þessar nýju þjónustu sem hefur bæst við. Og ég fagna því að það verið að fara með upplýsingar sem við höfum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, verið að fara í greiningavinnu, og vonandi skilar hún sveitarfélögunum eitthvað. Nú það náttúrulega ýmsir aðrir þættir sem að hafa áhrif á okkur og náttúrulega fjármögnun sveitarfélagana eða rekstur þeirra, að til dæmis eins og með ríkið og launaþróun. Ríkið fer fram með hækkuð laun sem að sjálfsögðu vel, en sveitarfélögin hafa ekki haft sama bolmagn til þess að hækka launin hjá sér. Nú, ég verð náttúrulega líka að koma inn á það að hvað myndi aukin sameining sveitarfélaga, hvernig myndi það geta bætt rekstur sveitarfélagana? Myndi það búa til auknar tekjur eða aukna hagræðingu eða bæði? Og þá kemur til dæmis inn hlutverk Jöfnunarsjóðs með hvernig hann getur komið til móts við sveitarfélög þegar þau að sameinast. Og það alveg veit ég vilji til þess að nota Jöfnunarsjóðinn, en það þarf náttúrulega að koma þá einhvern fjármagn inn til þess að nota meðal annars í tengslum við sameiningar umræður. Og náttúrulega nýlega var sveitarstjórnarráðherra búin að boða ákveðnar breytingar, til dæmis það að sveitarfélög verða að ná ákveðnum íbúafjölda ekkert inn á svo margra ára. Og það verður að vera einhver gulrót fyrir sveitarfélögin til þess að fara í þá vinnu. En ég kannski komin aðeins út fyrir efnið. En ég bara legg áherslu á það að við séum vakandi og stöðugt að hamra á okkar fólki sem á þingi, og höldum því ótrauð áfram eins og við hefum gert hingað til, og höldum áfram að gera það sem við erum að gera í dag, því að það náttúrulega alveg frábært að geta staðið hér enn og aftur og fundið það að við viljum öll sveitarfélaginu okkar vel og vinnum saman í þessum stóru málum sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir þær umræður sem hafa verið og innsýn í líf einstakra bæjarfulltrúa hér. Það alveg rétt sem hefur komið hérna fram að það má lagfæra ýmislegt í skattlagningu heilt yfir á Íslandi.
Hins vegar að þá liggur alveg ljóst fyrir og það sem ástæða umræðina hér kannski fyrst og fremst það að við teljum að það ríki ekki jafnræði milli ríkis og sveitarfélaga hvað varðar tekjuöflun. Og það kannski stóra málið í þessu. Það hefur verið sýnt fram á það að ríkið rétti miklu fyrr úr kútnum hvað varðaði rekstur eftir hruni heldur en sveitarfélögin og það stafaði kannski fyrst og fremst að því að tekjur ríkisins stórjukust vegna mikils eða aukins ferðamannastraums til landsins sem birtist þá sérstaklega í hækkun á virðisaukaskatti og öðrum þáttum sem að því snéru og var bara vel. Hins vegar þá gerist það á sama tíma að sveitarfélögunum ætlað að standa hérna undir ákveðinni innviða uppbyggingu vegna þessa ferðamannastraums en hafa ekki haft þær tekjur sem að þau hafa þurft til þess að standa undir þessum framkvæmdum. Og þá ekki nema eðlilegt að það komi fram krafa það að þessi hlutir verði skoðaðir. Það hefur rætt, eins og kemur fram í þeirri ályktun sem liggur hér frammi til umræðu, að sveitarfélögin fái að minnstakosti hlutdeild í fjármagnstekjuskattinum. Þeir fái svona hlutdeild að einhverju leyti í virðisaukaskattinum. Það hefur hins vegar ekki náðst nein sátt það, en það væri miklu réttlátara svo væri vegna þess að í allavega í mörgum af minni sveitarfélögunum að þá útsvarstekjur ekki að hækka í samanburði við aukningu í ferðamannaþjónustu eða auknum útgjöldum vegna þeirra. Og ástæðan náttúrulega einföld. Margir af þeim starfsmönnum sem sinna þeim störfum sem þar til og eru árstíðabundin allavega eins og eru ekki búsettir í viðkomandi sveitarfélagi. Þeir eru bara búsettir allt annar staðar. Þannig að ég vil höfuðborgarsvæðið eða kannski Akureyri að njóta góðs af. Þetta náttúrulega einfalt að laga og eins og bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom hérna inn á áðan þá held ég að það sé ekki spurning að samhliða þessu að þá þurfa að skoða sameiningu sveitarfélaga með tilliti til þess að sveitarfélagin geti tekið stærri og umfangsmeiri verkefni til sín. Og ég get alveg séð það fyrir mér að sveitarfélagin taki framhaldsskólan til sín og reki framhaldsskólan. Framhaldsskólarnir eru komnir mjög víða út á land í dag sem betur fyrr. Tækninni fleygir fram og við höfum eftir að sjá mikla breytingar á umhverfi skóla á næstu árum og miklu meiri en við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir. Og ég held að það sé bara ekkert óeðlilegt við það. Ég get líka séð alveg fyrir mér að sveitarfélög taki til sín öldrunarheimilin og reki þau. Það að segja að taki verkefni til sín en sé ekki að gera með þeim hætti sem Akureyrarbær að gera í dag. Það að segja ekki með samningi, en samt skyldu til að gera það vegna einhverja gamalla ákvæða. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við getum alveg séð fyrir okkur eða ég allavega að verði veruleika næsta árum. Hins vegar það alveg rétt sem hefur komið hérna fram að það miklu meiri krafa á þjónustu þegar að þjónustan kemur, eða aukna þjónustu, þegar þjónustan kemur í nærsamfélag fólks. Og það náttúrulega það sem hefur gerst í grunnskólanum sem dæmi. Það hefur orðið gríðarleg fjölgun starfsmanna inn í grunnskólakerfinu síðan 1996. Alveg gríðarleg fjölgun. Það hefur eins og hugsanlega ekki leitt til þess að við séum að ná endilega betri árangri eða á ýmsum sviðum og það nákvæmlega það sem við þurfum þá að skoða hvað veldur þar. En það þá okkar verkefni en ekki ríkisins. Og það því nú verið að haldið fram að grunnskólinn hafi svo sem komið að mestu leyti full fjármagnaður á endanum til sveitarfélagana. Það hins vegar gengið illa með ýmislegt annað og við verðum náttúrulega að fara að læra af til dæmis samningum tilflutning á málefnum fatlaðra. Það þarf að læra af þeim mistökum sem voru gerð þar. Ég veit hins vegar ekkert hvort við erum búin að því.
Og það er eitthvað sem við verðum að gera. Og við þurfum að fara að læra þeim mistökum sem hafa verið gerð þegar menn hafa tekið yfir einstaka verkefni frá ríkinu sem tilraunaverkefni eða eitthvað í þá veruna. Þetta hefur bara ekki verið að gera sig. Og það er þá verkefni okkar að reyna að vinna í því. Ég er alveg harður á því að við eigum að ýta á það og þrýsta á það að þessi mál og þessi samskipti ríks og sveitarfélagi verði tekin upp. Og það er í sjálfu sér alveg rétt. Það er til svokölluð grábók, ekki grábrók, sem að inniheldur ýmis verkefni þar sem að ríkið hefur raun verið að taka eða setja auknar þjónustukröfur á sveitarfélögin. Þau hafa síðan verið verðmetin, þar að segja hvað kosta þessi verkefni, en það verður að segjast eins og að það er ekki oft sem að þau verkefni eru síðan fullfjármögnuð með breytingum á einhverjum tekjuliðum svo að sveitarfélögin geti staðið undir þeim. Og það er bara því miður. Ég nefni hérna dæmi eins og með sérfræðiþjónustu skóla sem að voru gerðar aukna kröfu til sveitarfélagin. Það hefur ekki verið fullfjármögnað svo ég viti til af hálfu ríkisins. Og þetta er líka eitt af því sem er vandamál í þessum samskiptum, en má kannski breyta með því að breyta þá bara tekjuskiptingunni almennt þannig að sveitarfélagin standi betur, en þau verða þá líka í mínum huga að stækka. Ég held að það sé líka bara eitt lykilatriði svo að við nýtum þá fjármuni sem við erum með milli handana betur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við erum nú komið víða við í dag og ég held að það sé nú ekkert miklu við þetta að bæta. En það er kannski eitt málefni sem við höfum ekki komið, við erum náttúrulega með, það er svo margt sem við erum náttúrulega tengjumst ríkinu. Það er ferðaþjónusta, málefni fatlaðra, öryggisvistunin, málefni aldraðra, grunnskólarnir. En það er eitt mál sem við höfum ekki komið inn á, sem er í rauninni á herðum sveitarfélagana en rekið undir landshluta-samtökum. Og það eru almenningssamgöngur. Það er mál sem er komin í virkilega erfiða stöðu og eitthvað sem við erum búin að reyna að berja á ríkinu með en þurfum að fá leiðréttingu á. Okkar landshluta-samtök hér standa ekki vel varðandi almenningssamgöngur og er margt kannski hægt að finna að mörgu þar, en ég held að stóra atriði sé samt að vitlaust hafi verið gefið í upphafi og ekki hafi verið rétt reiknað til hvað þessi starfsemi myndi kosta. Þannig að eins og staðan lítur út í dag, að þá er bara mjög líklegt að við getum bara ekki sinnt þessum almenningssamgöngum áfram. Og þetta er bara mjög stórt mál sem við verðum að fara að ræða mjög alvarlega á næstunni hvað við ætlum að gera með. Ætlum við að halda þessu áfram og safna upp skuldum eða ætlum við að segja stopp. En það hefur náttúrulega búið að koma inn á margt eins og til dæmis eins og kjarasamninga innan sveitarfélaga og ríkisins. Þetta er erfitt þegar sambærileg störf þarna á milli eru ekki að hafa sömu kjör. Þetta setur okkur í erfiða stöðu að við getum ekki verið að borga svipað á ríki eins og bæjarfulltrúi Sóley hefur komið hér inn á. Svo náttúrulega annað, ég held að flest framboðin í dag séu búin að lýsa því yfir að þau ætla að bæta við í menntakerfið og þá langar mann líka að fá að vita á að bæta inn í grunnskólakerfið og hvernig á þá að standa undir því, hvernig á að færa þá fjármuni yfir til sveitarfélagana eða eiga ekkert fjármunir að fylgja með eða á ekki að auka við fjármuni og bara breyta starfsemi. Mér langar að fá svör við þessu hjá þeim framboðum sem hafa lýst yfir að bæta við inn í skólakerfið og ég meðal annars brýnt það fyrir mínu fólki í mínum flokki að ef að svo að vera þá þarf að fylgja með fjármunir.
Ég tek svo heilsugar undir með fjármagnstekjuskattinn að við þurfum að fá hlutfall af því. Það er algjörlega óeðlilegt að þeir sem að lifi á sveitarfélögum eða í sveitarfélögunum borgi ekki til þeirra. Það er alveg klárt mál. En ég bara tek heils hugar undir þessa bókun. Ég tel að á mörgum stöðum hafi verið rangt gefið. Ég held líka við þurfum, ég tek undir mig bæjarfulltrúa Gunnar, við þurfum að vanda okkur verulega í samningum og því miður held ég að hafi misfarist í þeim sumum eins og til dæmis almenningssamgöngum. Ég held við hefðum geta gert málin betur og öðruvísi þar. Þannig að, en ég tek líka undir það að við þurfum að fara að huga sameiningu sveitarfélaga því að þar sé líka til peningar þegar við förum að hagræða með því þar myndast líka peningar. En undir bókunina mun ég taka. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem ekki fleiri hafa kastið ljós, þá leggjum við þessa ályktun okkar til atkvæðagreiðslu sem má lesin hér upp áðan. Við getum samþykkt hana með þessari skefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæða.